Júlíus, fyrsti leikur svona eftir áramót og langa pásu. Hvaða augum horfir á hann? Já, ég náttúrulega bara gríðarlega erfiður leikur á móti frábæru liði og vel þjálfuðu og vel drilluðu liði sem er svo sem ekki að koma saman hér í þessari deild í fyrsta sinn. Þannig að margt jákvætt úr fyrri hálfleik en neikvætt í seinni hálfleik hjá okkur. Þannig sem við gerumst því miður allt og oft sekar að brjóta okkur út úr skipulagi og þar af leiðandi refsar jafn gott lið og Fram okkur hæl. Það kannski sýnir svona ykkur að ef þið haldið skipulagi þá getið þið alveg haldið í við þessi lið þarna fyrir ofan. Ég trúi því alveg að það sé mun styttra í þennan miðjupakka, kannski aðeins lengra í þessi 2 efstu lið. En ég trúi því að stelpunar og við sem félag getum alveg haldið áfram að byggja það sem við erum að gera. En auðvitað þarf margt að ganga upp og við þurfum að fá hluti með okkur og annað, þú veist, eins og bara í þessum íþróttum. En ég full að trúa því að ef við höldum skipulagi og gera það sem við erum að leggja upp með, að þá sé bara nokkuð skemmtilegur tími framundan út á Seltjarnarnesi hjá okkur. Liðið hefur sýnt það er til alls líklegt þannig? Já, ég hef alveg sagt það bæði við fólk og stelpunar sjálfa náttúrulega að þetta snýst ekkert endilega kannski að þær sé ekki nógu góðar í handbolta. Þetta snýst fyrst og fremst það að við erum svona marga hverjar að stíga sín fyrstu skref, eða að ég held allar, nema Andrea í markinu sem kom til okkar áramótin, að stíga sín fyrstu skref í þessari deild og þú þarft að þroskast hratt og læra hratt því að hér er komið aðeins annað tempó og aðeins önnur vikt í hlutina.